Vorið 2016 hófust framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar. Virkjuninni ætlað að nýta betur það vatn sem tiltækt í vatnakerfi Þjórsár og Tungnár. Núverandi nýting rennslisorku við Búrfellsstöð aðeins 86% og áætlað að 410 gigawattstundir renni að jafnaði fram hjá stöðinni ár hvert. Með nýrri vatnsaflsstöð sem staðsett neðanjarðar verður þetta áður óvirkjaða framhjárennsli nýtt að stórum hluta með einni 100 megawatta vél. Með þessari auknu og bættu nýtingu auðlindarinnar leitast við að minnka umhverfisáhrif af starfsemi Landsvirkjunar eins og mögulegt Það gerum við einnig með því að fylgjast með áhrifum framkvæmdanna á umhverfið á meðan á þeim stendur og eftir að þeim lýkur. Framkvæmdum hefur frá upphafi miðað vel og stefnt að því að gangsetja stöðina sumarið 2018, þá rétt rúmum 2 árum eftir að framkvæmdir hófust. Allt að 200 starfsmenn voru á verkstað þegar framkvæmdir náðu þar hámarki. Þar af tæplega helmingur Íslendingar. Líkt og í allri starfsemi okkar öryggismál í fyrirrúmi. Já, hætturnar á vinnusvæðinu, það náttúrulega margvíslegar, en mikilvægt að menn undirbúi verkin sín vel. Við erum að vinna í erfiðu umhverfi oft og því mikilvægt að menn þekki vel til sinna verka og undirbúi sig vel. Og þar leggur Landsvirkjun mikla áherslu á það að menn vinni skipulega vel að öryggismálum á framkvæmdatíma. Byggingaframkvæmdir á vegum IAVAF Marti og fara fram á 2 svæðum. Á efra svæði við aðrennsliskurð og á neðra svæði við aðkomugöng og stöðvarhús og frárennsliskurð. Neðanjarðargreftri lauk í byrjun árs. Á neðra svæði voru aðkomugöng að stöðvarhúsi og frárennslisgöng sprengt. Þá voru boruð 2 lóðrétt göng, annars vegar fallgöng og hins vegar kapalgöng. Stöðvarhúshvelfingin var sprengt og þá hófst bergstyrking og uppsteypun. Á efra svæði aðrennsliskurður nánast tilbúinn, en síðustu skóflur úr honum verða ekki teknar fyrr en vatnsvegir tilbúnir fyrir aðrennsli úr Bjarnarlóni. Þar nú að ljúka uppsteypun og inntaksmannmerkjum. Í lok febrúar kom til landsins 620 tonna farmur af stálrörum frá Þýskalandi í 23 einingum. Flutningurinn var viðamikill og fór fram 5 nætur í röð, enda rúmaðist aðeins 1 eining á hverjum flutningabíl. Þegar einingunum hafði verið slakað niður fallgöngin, voru þær soðnar saman og steypt inn. Drjúgur hluti ársins hefur farið í að steypa upp stöðvarhús og setja upp vél og rafbúnað sem fór að berast til landsins með vorinu. Fyrst var sográs vélarinnar komið fyrir og því næst snigli. Þegar snigill hafði verið þrýstiprófaður, voru túrbínuhjól, leiðiskóflur og túrbínuöxull hífð á sinn stað. Í desember var rafallinn fluttur á verkstað í nokkrum hlutum og hafist handa við að setja hann saman. Samhliða þessari vinnu var unnið við að koma upp stjórnskápum og öðrum tilheyrandi rafbúnaði. Stærstu verkefni næsta árs áframhaldandi uppsetning vél- og rafbúnaðar auk lokavinnu við vatnsveg í aðrennslis- og frárennsliskurðum. Stefnt að því að gangsetja stöðina í byrjun sumars 2018.